Komið þið sæl. Knútur Óskarsson heiti ég og félagi í Rótarýklúbbnum í Mosfellsbæ eða Rótarýklúbbur Mosfellssveitar eins og hann heitir. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá verkefnasjóð Rótarý, en hann var stofnaður síðla árs 2019. Kveikjan að þessum sjóði var nú kannski tvíþætt. Umdæmið hafi verið rekið ágætlega árin á undan og kannski á eftir líka. Og eins hafði oft komið til tals að klúbbar sem voru svona efnaminni en aðrir áttu erfitt með að ráðast út í verkefni og með því að stofna þennan sjóð náðist tvennt, annars vegar að koma fjármunum til klúbbana og hins vegar að gera auðveldara fyrir minni eða efnaminni klúbba að taka þátt og stofna til verkefni. En tilgangur sjóðsins að styðja við klúbba, styðja við þá að ráðast út í verkefni í sínu nærumhverfi. En þessi verkefni verða að vera samfélagsverkefni sem að falla undir þessar 7 megináherslur Rótarý International eða Areas of Focus og það náttúrulega þar fyrirmyndin tekin frá alþjóða Rótarý sjóðnum vegna þess að öll verkefni sem að hann kemur nálægt verða að snerta þessar 7 megináherslur. En rauði þráðurinn að styðja við samfélagsverkefni og þá í nærumhverfi og að frumkvæði þessi Rótarýklúbb sem sækir og ég kem aðeins nánar að þessu með nærumhverfið og eftir. Í upphafi var lögð áhersla á að hafa umsóknarferlið einfalt þannig að það væri gagnvirkt á netinu þar sem að klúbburinn gat farið inn, fyllt út sína umsókn og sótt og umsóknin datt á inn bara leið og hún var ítt á send. En klúbburinn þurfti að vera með ákveðin og þarf að vera með skýr markmið á bakvið verkefnið. Og það þarf að skila inn kostnaðar, verk og tímaáætlun. Þannig og eins sem að líka kannski rauði þráðurinn í þessu að framlag Rótarýklúbbsins þarf að vera vel skilgreint og aftur kem ég að því hér aðeins seinna. Stofnfé sjóðsins var ákveðið 5 milljónir og umdæmissjóður lagði þessa fjármuni til og það var ákveðið til að byrja með að starfstími sjóðsins skyldi vera 5 ár en fram að umdæmisþinginu 2025 en þá yrði endurskoðuð og umdæmisþingið nánast tækja ákvörðun það hvort að Rótarýfélagi vildu halda áfram með þennan sjóð og þá yrði gert upp hvernig til hefði tekist. Og á þessu tekið í skipulagsskrá fyrir sjóðinn. Og síðan náttúrulega ákveðum það hvernig á ávaxta fé sjóðsins sem hefur nú kannski ekki verið einfalt mál í þessu lágvaxta umhverfi en það aftur annað mál og tekjur sjóðsins annars vegar vextir og síðan framlög og þá fyrst og fremst þá framlög sem umdæmisþing og umdæmisráð ákveður og mæli með að skuli leggja í sjóðinn á hverju ári. En það einmitt heimild í þessari skipulagsskrá að umdæmisráð geti ráðstafað helminga hagnaði hvers árs í sjóðinn. En ein af megin forsendur fyrir úthlutunarsjóðnum að klúbburinn leggi á móti að minnstakosti jafnt framlag í verkefnið og þar kemur kannski gulrótin í þessu að klúbburinn og fjárveikir klúbbar geta lagt sitt framlag fram í vinnu þannig að félagirnir geta sameinast og þá vinnu framlag félaganna metið sem ígildi á móti því sem að sjóðurinn leggur verkefninu til. Sjóðurinn hefur sjálfstæðan fjárhag og reikningsárið það sama og hjá klúbbunum og Rótarýhreyfingunni frá 1. júlí til 30. júní og ársreikningarnir settir inn í samstæðureikninga umdæmisins og
lagði fyrir umdæmisþing eins og þeir árlega. Núna 2 síðustu árin hefur verið opnað fyrir umsóknir í nóvember eða í enda árs, nóvember, desember og umsóknarfrestur til loka janúar. Og sjóðstjórnin hefur í sjálfum sér sett þau markmið að afgreiða umsóknir og eins hratt og hægt og að þær liggi fyrir í byrjun mars. COVID hefur komið í veg fyrir það að sjóðstjórnin hafi nokkuð tíman hist fysiskt, þannig að allir fundir hafa farið fram á Zoom eða Teams, en það í sjálfum sér bara gott mál, en sjóðstjórnin dreifist hún töluvert landið, þannig að það spara kostnað og tíma og fyrirhöfn og hefur bara gengið mjög vel. Ég ætla aðeins að fara yfir úthlutanir síðustu 2 ár og á fyrsta starfsárinu, það að segja á 2020, 19-20, bárust umsóknir frá 8 klubbum. Umdæmisráð hafi ákveðið að við skyldum ráðstafa 2,5 milljón, eða að segja helmingi á stofnfénu til að byrja með. Og það kom semst umsóknir frá 8 klubbum og þær voru allar samþykktar upp að 2.230.000. Og ef við lítum aðeins á þessa klúbba sem sækja þá sjáum við strax hvað dreifingin þokkalega góð. Það Reykjavíkurklúbbur, það Garðabær, reyndar 2, það Mosfellsbær, Keflavík, Borgarnes, Vestmannaeyjar og Rótarýklúbbur Héraðsbær. Og þarna kemur í ljós að það umhverfisverkefnin sem var náttúrulega, það var áhersluatriði umdæmisstjóra á þessu fyrsta ári sem var umdæmisstjóri var Anna Stefánsdóttir, að umhverfismálin fá töluverða vikt í þessum umsóknum og úthlutunum. En þarna líka, og aldingarður æskunnar sem Guri var að tala hér áðan, kemur fyrir tvisvar, bæði hjá Hofi í Garðabæ og Keflavíkurklúbbnum. En þarna líka til reiðskóla fatlaðra, til fyrirtækjakynningar og málstofu einmitt loftslagsmál og samfélagsábyrgð. Það Rótarýklúbbur Borgarnes. Það útsýnisskífa á Heimaklepp og síðan verið að gera söguslóðum Jóns lærða skil á Austurlandi. Það verður að segjast að sum þessara verkefna eru enn í gangi, þau ekki klárast meðal annars vegna COVID. Önnur klárast ári eftir að upphaflega áætlun gerði ráð fyrir, en í sjálfu sér leið og að lá fyrir þetta ástand, þá allir gerst sig grein fyrir að þau myndi ekki klárast akkúrat á þeim tíma sem reiknað var með. Á síðast ári, 2001, bárust hins vegar umsóknir frá 11 Rótarýklúbbum og þá var búið að ákveða að ráðstafa 4 milljónum í þetta til verkefnasjóðs. Við urðum að setja okkur hámark á styrkveitingar sem voru 600.000 og endanum var ráðstafað ríflega 4 milljónum og 2 verkefni voru í hámarki. Það var Rótarýklúbburinn Þingholti í Kópavogi, járnhleðslu í Blóði, hefur kannski fylgst með fréttum af því í fjölmiðlum. Síðan það Rótarýklúbbur Ólafsfjarðar, fréttabréf klúbbsins, en frá 1955 hefur reglulega verið fréttabréf, gaf klúbburinn út fréttabréf og þetta fréttabréf endurspeglar ekki bara endurspeglar ekki bara starf klúbbsins, heldur þetta spegill á allt sveitarfélagið. Og þarna voru gífurleg menningarverðmæti sem voru bara til á blöðum og þetta var farið í að skanna þetta allt inn og setja þetta væri hægt að setja þetta á neti. En að öðru leyti þá þarna dreifingin ennþá góð. Það eru Kópavogur, 2 klúbbar, Reykjavík, Garðabær, Akureyri
Ólafsfjörður, Mosfellsbær, Ísafjörður og Akranes. Þannig að þetta hefur alltaf dreifst þokkalega landi. Ég ætla aðeins, vorum að vona að við gætum fyrir þennan fund, við erum búin að fá ákveða eitthvað lánveitingar, styrkveitingar þess árs, en það tókst ekki, það meiri vinna á bak við þetta, en enn á ný er dreifingin góð allt land. Það var búið að ákveða og hefur verið ákveðið að fara í hámark, ráðstafa 4 milljónum á hámarki. Umsóknirnar fóru töluvert yfir það, þannig við erum svona enn að vinna í þessum umsóknum. Við byrjum á því yfirleitt að flokka umsóknir í flokka A, B og C, þar sem A eitthvað umsóknir sem við sjáum strax að falla að skipulagsskrá sjóðsins. B eru þær sem þurfa frekari skoðunar og C eru umsóknir sem það er svona spurning. En það hefur komið fyrir að umsókn sem var í upphafi flokkuð í C, leið og var farið að skoða umsóknina betur, þá kom í ljós að hún gat flokkast undir A og sjóðstjórnin skiptir með sér verkum að skoða umsóknirnar og síðan er það niðurstaðan því rædd og frekari fundum. En klúbbarnir hafa eiginlega undantekningarlaust staðið sér vel í því að vera að vanda umsóknirnar og skila undanum gögnum sem þarf. Í upphafi, ég ætla kannski að segja það áður en ég held aðeins áfram að við stefnum að því að vera búin að ljúka afgreiðslu á öllum þessum umsóknum í byrjun næsta mánaðar. Í upphafi þá ákváðum við að setja starfsreglur sem væru þannig að 70% upphæðir væru greiddar út strax leið og væru búið að afgreiða allar umsóknir og 30% að lok þegar verkefnið væri búið og skýrsla hefði borist slíkt til verkefnasjóðsins. Þetta eru sömu reglur og Rotary sjóðurinn sjálfur beitir í sínum styrkveitingum. Varðandi lokaskýrsluna og varðandi styrkveitingu, þá er skilyrt í styrkveitingu að klúbburinn standi að kynningu á verkefninu í sínu nærumhverfi. Og það er svona svolítið rauði þráðurinn í gegnum þetta að klúbburinn noti verkefni til góðra mála til að kynna sitt góða starf í sínu nærumhverfi. Þá erum við að tala kynningu í svona staðarmiðlum, Facebook og allan þann hátt sem að tiltækur í nærumhverfi. Verkefnastjórn klúbbsins er skipuð auk mér, það er Ester Guðmundsdóttir í Rotary klúbb Reykjavík miðborg, Jón Einarsson í Rotary klúbbi Héraðsbúa og varamenn Garðar Eiríksson í Rotary klúbbi Selfoss og Lára Stefánsdóttir í Rotary klúbbi Ólafsfjarðar. En við vinnum, varamennirnir eru þannig að þeir vinna alveg jafnt með okkur og sitja alla okkar fundi. Þannig við erum oftast nær 5 á Zoom-fundu nema eitthvað hamli því að hægt sé að taka það til fundi. Skipulagskrafan er þannig að það er ákveðin hámarkstími eða ákveðin tími á hverjum stjórnarmanni en við er samt þannig uppbyggð að þó einn fari út, þá er alltaf einhverjir eða einn eða tveir fari út, þá er einhverjir sem að þekkja þau vinnubrögð sem þarna eru. En það má hiklu segja að það felist stórkostleg tækifæri fyrir klúbba að ráðast í verkefni. Að ráðast í góð verkefni sem að vekja athygli í nærumhverfi og heimabyggð, að vekur athygli á starfi klúbbsins og fær umhverfi til að taka eftir klúbbnum og þetta hefur mikið að segja varðandi félagaþróun hjá klúbbunum. En nú ætla ég að segja stopp í bili og taka þátt í þeim umræðum og spurningum sem vakna.